Ja, við erum komið með formanninn á Skaganum. Þið fenguð heimaleik, það ekki allt og sumt sem menn geta leyft sér að biðja í bikarnum? Jú, það var fyrsta svona ósk okkar að sjálfsögða að fá heimaleiki. Við erum þeim fleiri heimaleiki sem við fáum á Skaganum, þeim betur gengur okkur að byggja upp stemminguna fyrir körfuboltanum á Skaganum. Og það búið að vera smá uppgangur í ykkur núna, svona með tilliti til allra flokka og líka þegar meistaraflokkurinn farin að sína svona ljómandi takta. Já, það akkurat, við fórum í mikla vinnu í sumar í því að bæta keppnisaðstöðuna hjá okkur. Við höfum verið að keppa við ófullnægjandi aðstæður undanfarin ár en við fórum í vinnu ásamt yfirmönnum íþróttamannvirkjanna á Akranesi og íþróttafélagana sem að hafa verið að nýta mest íþróttahús á Vesturgötu sem gríðarlega gott keppnishús og í samstarfi við þessa aðila þá náðum við lendingu að við fáum alla okkar heimaleiki spilað á Vesturgötu sem eins og ég segi eitt besta keppnishús í körfubolta á Íslandi, segi ég. Og svo náttúrulega líka annað, því að það var heldur betur hvalrek í sumar þegar einn af ykkar uppöldu sveinum ákvað að snúa heim. Það skiptir máli að fá svona leikmann í fyrstu deildinni eins og Fannar, hann kann þetta allt. Já, þetta náttúrulega að fá leikmann eins og Fannar í fyrstu deildinni í rauninni bara eins og auka erlendur leikmaður. Hann gríðarlegur hvalreki og í rauninni engin tilviljun að þessi uppsveifla og þessi vinna sem við fórum í sumar svona passi í sama tímarama og það að Fannar sig að koma heim. Við vonumst til að fá fleiri heim í haust og kannski það hef ekki farið hátt en Töluðu þið við Pavel? Ekki Pavel, nei en við töluðum við aðra gamla Skagamenn en það sem við erum stoltastir af þó Fannar að koma heim og hann Skagamaður og liðið okkar eingöngu byggt upp af Skagamönnum sem það sem við erum stoltastir af og það það sem við ætlum okkur að ná árangri bara með heimamenn. Viltu gefa okkur einhverju smá innsýn í eitthvað 5 ára prógram hjá okkur því að nú Skaginn lið sem spilaði eitt sinni úr á steild? Það ekkert leyndarmál að okkar draumar stefna í þá átt og það okkar markmið að gera allavega góða atlögu að því að fara upp í úrvalsdeild í vor og hvort það síðan heppnast, við erum ekki með stóran og breiðan hóp þannig að ef við erum heppnum með meiðsli og svona úrslitin falla okkur í haga þá held ég að við eigum raunhæfan möguleika á því og það það sem við erum að stefna á. Það verður gaman að fylgjast með ykkur í framhaldinu en þangað til bara gangi ykkur vel í baráttunni. Takk hérlega fyrir það. Glæsilegt.